Andri, komin aftur í landsliðið, það hlýtur að vera bara ánægilegt að koma aftur? Já, það er bara geggjuð tilfinning og ég er ógeðslega glaður og bara mér líður vel. Er þetta svona markmið sem við erum búin að vera með, að koma aftur? Já, klálega. Auðvitað var ég líka að spila stórt hlutverk í U21-landsliðinu og að fyrirliði þar, þannig að það er líka skemmtilegt verkefni en auðvitað er alltaf endamarkmið að vera í A-landsliðinu og vera partur af því. Ánægilegt símtal við Arnar þegar hann léti vita? Já, klálega. Það var mjög góð tilfinning og eins og ég segi, ég er búið að ganga vel hjá mér í Tyrklandi og mér líður vel í líkamannum og þannig að það var bara jákvætt og ég var bara spenntur fyrir því. Svona komandi 2 leikir, risastórir svona gegn Frakklandi og Úkraínu, hvernig líst þér á þetta? Mjög vel. Það er klálega tækifæri að ná í góð úrslit hérna. Liðið er á góðu rönni og okkur líður öllum vel. Það er mikið sjálfstraust í hópnum, þannig að við bara stefnum klálega á að ná í góð úrslit í báðum leikjum. Síðasti gluggi svona gefur okkur byrjundu báða vangi, líka uppselt að báða leikina, svona ákveðin stemning í kringum landsliðið núna. Já, klálega. Það er bara geggja að fá þjóðina aftur á bakvið í landsliðið og styðja okkur svona vel og mæta á völlin og það skiptir ótrúlega miklu máli. Það gefur okkur þetta ekstra sem við getum nýtt okkur klálega í að vinna þjóðir eins og Úkraínu og jafnvel Frakkland. Bara svona hver markmiðið fyrir Úkraínuleikin, það er væntanlega skýrt eða eitthvað? Já, við ætlum ekkert að fela það að við viljum klálega vinna Úkraínu og sérstaklega bara halda áfram að spila vel og vera með góða frammistöðu þá koma úrslitin sjálfkrafa, þannig að það er markmiðið að klálega vinna Úkraínu. Gegn Frakklandi er svona síðasta leikur gegn þeim svona gefur okkur aukið búst og örugglega meira sjálfstraust, ekki sant? Já, klálega, sérstaklega úti. Nú eigum við heimaleik, við vorum með þjóðana bak við okkur og það er miklu kaldara hér og við ættum að nýta okkur það. Þeir eru hrókafullir og svona smá stælar í þeim, þannig að við þurfum að vera tilbúnir. Við mögum ekki vera sloppy, við þurfum bara frá fyrstu mínútu að sýna þeim að við ætlum að bara vinna þennan leik. En auðvitað verður erfitt, þeir eru með svagalega einstaklingsgæði en við erum með miklu betri liðsheild og það fer oft langt á því. Hvernig svona förum við að því að ná markmiðunum? Við þurfum að vera liðsheild, við þurfum að allir að eiga toppleik, við þurfum að bakka hvern annan upp, hlaupa ekstra, vera rólegri á boltann, verjast vel. Þetta er allt svona samstæða sem skiptir mjög miklu máli, þannig að eins og ég segi 1, 2 og 3 er að líða vel og vera með sjálfstraust og þá erum við með gæði til að klára svona leiki. Þú veist til Tyrklands í sumar, það er að ganga vel, svona hvernig líður hann? Lífið er mjög gott sko. Istanbul er geggjuborg, mjög stór og ég held að búi tæpar 20 miljónir manns þarna, þannig að það er mikið chaos en fótboltaklúbbinn, liðið mitt, æfingaraðstaðan og allt þetta er bara í heimsklassa og mér líður ógeðslega vel þarna og sem ég segi, spila alla leiki þannig að það er ógeðslega jákvætt og mér líður vel og bara, já, lífið er gott. Svona, þú sem leikmaður farið mikið áreiti af þetta? Já, það kemur alveg mikið fyrir en auðvitað eru mörg lið í Istanbul. Galatasaray er náttúrulega stærsta lið og Fenerbahçe, það er náttúrulega stærst en það er svona að byrja að taka meira eftir manni en það er bara partur af þessu og ég læt það ekkert bögga mig þannig að það er bara gaman og partur af þessu. Þú ert auðvitað búinn að flakka svolítið mikið síðustu ár, svona, ertu tilbúinn að festa rætur í Tyrklandi? Já, það er gott að vera komin núna bara á fastan stað ekki og vera á þessu lánsbrasi, þannig að nú er bara allir fókusinn á hvað sem passa að gera vel þarna og þá bara sjá hvað gerist. Það getur opnað alls konar dyr en markmið númer 1, 2 og 3 er bara verið í núinu og spila leik eftir leik og standa sig vel. Takk.